og leggjum frá fundargerð mannréttindaráðs frá því 7. og 27. september og 8. nóvember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 28. september og 9. nóvember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 2. og 9. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 3. nóvember. Hafa einhver óskað eftir því að taka til hljóðs? Marta, já, þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. nóvember síðastliðnum, en áheyrnarfulltrúi kennara í ráðinu lýsti yfir þungum áhyggjum af stöðu grunnskólans og benti á að stór hluti kennara í landinu hefði skrifað undir áskorun til sveitarfélaganna að bregðast við vegna hættulegra áherslna í kjarastefnu sveitarfélaganna gagnvart grunnskólakennurum. Af því tilefni bókuðum við fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallarvina, en mér finnst að vera tilefni hér núna að ítreka þá bókun, sérstaklega í ljósi þess að hér í dag að þá mættu hér hópur af kennurum og heimsótt okkur hér í borgarstjórn til þess að leggja áherslu á sín kjaramál. Bókun okkar hljóðar svo: skóla- og frístundaráðs fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og Flugvallarvina telja það brýnt að borgarstjórn bregðist hratt við þeirri alvarlegu stöðu sem komin upp í grunnskólunum og að leita verði allra leiða til að leysa kjaramál kennara sem allra fyrst áður en ástandi fyrir að bitna verulega á faglegu starfi skólana. Mikilvægt að friður ríki skólastarfið í borginni, en það á ábyrgð borgarstjórnar að tryggja það. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Tek undir með borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur fullt tilefni til þess að vekja athygli á þessum bókunum og þessari umræðu almennt stöðuna í kjaramálum kennara og rétt svona upp á heildarsamhengi hlutanna að vekja athygli á því að við fulltrúar meirihlutans í skóla- og frístundaráði lögðum fram bókun þar sem við vorum einmitt að vekja athygli á því að staðan væri alvarleg einmitt í kjölfarið á úrskurði kjararáðs sem hefði í raun og veru kasta sprengju inn í kjaraumhverfi á vinnumarkað og dýpka þá gjá sem á milli þeirra sem stjórna landinu og venjulegs launafólks. Og þetta nákvæmlega máli sem við ræddum hér í upphafi fundar og ég held að til að borgarstjóri hafi náð vel utan það í líka þeirri ræðu sem hann flutti hér reyndar félagslega íbúðakerfið og fléttaði skemmtilega inn í heimsókn kennara inn á fundinn. En það afar mikilvægt að við áttum okkur á því að það margt að gerast í einu núna á næstu vikum. Í fyrsta lagi þetta forgangsmál að kjararáð komi saman eða að Alþingi komi saman, vil ég sagt hafa, og beiti sér fyrir því að kjararáð vindi ofan á sína ákvörðun með hvaða hætti sem að Alþingi kýs að gera það eða útfæra það. En samhliða þarf að fara hratt inn í það að skoða vinnuumhverfi kennara og síðan senda góðar óskir inn í karphúsið þar sem að ríkissáttasemjari hefur tekið við verkstjórn á viðræðum nýjan samning. Sjálfur hef ég litla trú á því að samningar náist eða að minnsta kosti verði samþykktir meðan að úrskurður kjararáðs hangir yfir okkur. Og það held ég mjög mikilvægt að átta sig á því að þessi samningar tveir síðustu samningar hafa verið felldir og það mikil og djúpstæð óánægja sem ég held reyndar að sé birtingarmynd á óánægju sem að hafi svona átt sér stað og verið að magnast árum saman, kannski áratugum saman og á sér bara mjög skiljanlegar orsakir. Því miður erum við sem samfélag á þeim stað að kennarar ekki metnir jafn mikils eins og til dæmis kennarar í nágrannalöndunum. Finnland oft tekið sem dæmi og þar eru kennarar metnir af verðleikum, bæði í launum en ekki síður í vinnuaðstæðum og þetta starf sem að þykir mjög eftirsótt. Þangað viljum við komast, það heilmikið verk og vandasamt og við þurfum að gera ýmislegt á vettvangi borgarinnar en þarna verður fyrsta skrefið að stíga á Alþingi. Þá
Nú hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Það hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá vill forseti biðja borgarfulltrúa upp og lesa upp bókanir.